Jæja, já, þetta var áhugavert, eins og alltaf. Já, þetta er komið. Þetta er komið. Þetta er komið. Mhm. Við erum með Deint.Facebook hérna hjá okkur. Jæja, miðvikudagur. Já, velkomin í miðvikudagsspjalli, þennan miðvikudaginn, Já. 30. Er það ekki, 30. Október. október? Já. Ég veit ekki, við vorum okkur var að reiknast til að vera komið, hvað er, 40? Ég var að reyna að tella þetta daginn, 30, 40 þættir af miðvikudagsspjallinu. Já. Þannig að ef að þið hafið ekki, eru bara að koma ný að skjánum að hlusta á miðvikudagsspjalli, að þá er hægt að nálgast miðvikudagsspjallið á YouTube og á Facebook síðanum okkar. Instagram. Á Instagram, já. Sumt, ef það fer ekki yfir 15 mínútur, þá er það á Instagram. Það er hægt að nálgast spjallið, bara öll spjöllin okkar. Spjöllin. Hljómar ekki vel. En alla þættina, allavega, er hægt að nálgast. En við ætlum að tala um aðeins hvað við ætlum að gera á morgun. Já. Því að á morgun er hrekkjavaka. Og þá ætlum við að fara að heimsækja mistur. Við ætlum að taka hérna allt dótið okkar, þið kannski sjáið kassa hérna bak við okkur, allavega þeir sem eru á Facebook og svona spil í hrúvalt. Vorum á sendingu af spilum, eða Orkusteinar vorum á sendingu af spilum. Og við ætlum að fara í mistur á Stórhöfða 33 á morgun og fagna hrekkjavökunni þar milli 4 og 6. Já. Og já, bara hafa gaman. Já, og það verður margt að vera. Ég veit að það verða konur að lesa í spil og tölu, talansbekki og alls konar, þannig að það verður margt og mikið að vera. Að vera. Ég get ekki talað í dag. Glimtur og kappa. Það er ekki góði dagur til að vera á skjánum, en við sjáum hvað ég setur. Já, en allavega, það er bara, hrekkjavika er náttúrulega bara gömul og áhugaverð hátíð og allt annað heldur en kannski upprunnin náttúrulega ekki þessi að allir setji kóngulegur og grasker. Já, út í glugga heldur er þetta gömul keltnesk hátíð sem að hefur verið fagnað mjög lengi og eru hérna tilskrifað alveg frá 900 og eitthvað á Írlandi. Já. Það er gaman stundum að skoða þennan uppruna og þetta það sem talaður að það sé hulan sem þunn á milli heima og við erum náttúrulega mörgum uppskerutíma og vetrartíma og miðja leið milli vetrarsólstöðana og jafndægus að hausti. Já. Þannig að við erum komin hálfa leið þangað. Já. Þannig að það er svona áhugaverð tími og svo það er á morgun og föstudag og þá er líka nýtt tungl í Sportreka. Já, morgun er 50 dagur. Morgun er 50 dagur, föstudag er nýtt tungl. Það er nógum að vera og við erum spenntar að vinna tunglmyndin okkar núna eins og alltaf. Þó við séum ekki að byrta tunglmynd lengur, þá vinnum við að sjálfsögðu tunglmyndin okkar og hvetjum ykkur til þess að gera slítið saman. Skoða orkuna og fylgjast með hvað er að gerast í orkunni því að þetta er mjög áhugaverður tími og ég hugsaði þegar ég var að kynna mér tungli núna þá hugsaði ég bara vá, hverjum datt í huga hafa kosningar til dæmis á þessum tíma. Bara alls konar áhugaverð orka framöndan, þannig að ég er vissum að pólitíkar pæla mjög lítið í stöðu heimintungla og það var kannski eftir að kollvarpa akkurat. Þetta verður held ég mjög áhugavert að sjá hvernig nóvembermánuðið þróast. Ég ætla bara, ég segi þá að skrifa hér í beinútsendingu að ég var að fá SMS að tengdadóttir mín var að missa vatnið. Þannig að barnabarnið mitt er að koma. Spennandi. Númer 6. Ríkona. Bætist við ríkidæmið, já. Hvað voru þið? Já, mér brá svo því ég sá þetta. Það er svo samband. Við vorum að tala um áhugaverða orku, en ég var að tala um það sem við ætlum að tala um hérna í dag, sem voru það var góð kosning, eins og oft áður og nudd á munum, en það sem var ofan á voru verndarenglar. Já. Hvað eru verndarenglar? Ég veit ekki, það er hjálpa okkur. Og við ætlum aðeins að tala um verndarenglar. Já. Og endilega ef þið hafa einhverju spurningar þá getið þið alltaf sett þar í athugasemdir hérna fyrir neðan og ef þið eru að horfa ekki beinni heldur eftir á þá er alltaf þetta að setja spurningar í athugasemdir eftir það. Og okkur þótti afskaplega væntum ef þið myndu smella like á vídeóið. Það hjálpa okkur. Ég held að skrifstofustjórinn þurfa að fá
hádegisdegri sitt á miðvikudegi. Já, en við ætlum að ræða vendarengla og vendarenglar eru verur sem hafa verið með sálin okkar í rauninni frá því hún var til. Já. Og þeir eru því sú vitund sem að þekkir okkur best. Hafa fylgt okkur í gegnum allar áskoranir í öllum lífum. Þannig að þú vita hvað við þurfum þó við vitið það stundum ekki sjálf. Já, en það náttúrulega mikilvægast að hafa í huga að við þurfum að biðja vendarengilinn aðstoð og við þurfum að vinna með honum, við þurfum að styrkja sambandi við hann og leyfa okkur að treysta og trúa á þessa ljósveru sem er með okkur og ekki bara eins og vinsælast held ég að biðjum að finna bílastæði heldur alla aðra þætti lífsins og þeir geta hjálpað okkur með svo ótrúlega margt. Þannig að það er mikilvægt að hafa það í huga að rækta þetta samband og að gefa okkur svona tíma og rými til þess að finna og skynja og bara tengjast. Já. Þetta er alveg magnaður bandamaður að eiga vendarengilinn okkar og samband okkar við vendarengilinn er svo fallegt og því þetta er vera sem að eins og reyndar alla ljósveru bera svona einlægan, hreinan kærleika til okkar og vilja okkur bara alltaf besta og eru bara hér fyrir okkur og til að hjálpa okkur í okkar sálarþroska. Og ég man til dæmis þegar ég var leidd inn í það að hitta vendarengilinn minn í fyrsta skipti og þegar ég gerði það að þá fattaði ég að ég þekkti hann. Ég hafði fundið fyrir honum oft og ég þekkti þessa orku sem var leidd til mín og minn heiti Tómas. Já. Ég fæ að kalla hann Tomma ef hann í stuði. Og það er svo dásamlegt að geta kallað á Tómas minn þegar að ég þarf á einhverju svona ekstra að halda. Bæði finnst mér gott að hafa hann með mér þegar að ég að gangi gegnum eitthvað sem er mér áskorun. En svo er líka gaman að kalla á hann bara þegar það er gleði og að upplifa gleðina líka. Þau fá ekki alltaf bara leiðilegu hlutina, það er kannski líka góða skemmtilegu hlutina líka. Já, og mér finnst ekki bara dagstaglega, stundum bara biðja vendarengilinn bara umvefja mig í kærleikanum sínum. Bara að finna þetta að það þessi ljósvera hérna með mér og tilbúin að umvefja mig bara í kærleikanum og það þarf ekkert meir. Nei. Þetta að kynnast vendarenglinum sínum getur verið afskaplega gagnlegt til dæmis fyrir börn sem eru kvíðin, sem eru myrkfælin, sem eru hikandi í lífinu og vantar styrk og stuðning að þá rosalega gott að kynna þau og hjálpa þeim að kynnast vendarenglinum sínum þannig að þau geti stutt sig við hann þegar á þarf að halda. Það er algjörlega bara eiginlega nauðsynlegt fyrir þau eftir því sem þau eru yngri sem þau hefja þetta samband því að auðveldara fyrir þau að halda sambandinu síðan í gegnum þessi ár þar sem börn missa oft skynjunina. Það geta þá haft þennan stuðning og þennan styrk til að leita til. Já. Og vendarenglarnir okkar, þeir eru náttúrulega, þeirra starf háð því að við höfum okkur sjálfstæða vilja, þannig að þeir mega aldrei grípa fram fyrir hendunar á okkur, ekki nema að við séum stefna í einhverja hættu og okkar tími sé ekki komin. Þá mega þeir grípa inn í, annars mega þeir ekki grípa inn í. Þannig að við þurfum að biðja. Og það er líka mikilvægt að hafa í huga að við biðjum og köllum á og það er svona líka fyrst mjög gott þetta með börnin því að þau eru ekkert að takmarka sig endilega í því sem þau eru að biðjum en þegar við óskum eftir aðstoð og það er alveg eins með vendarenglana eins og annað og við skulum ekki vanmeta kraft eða orku vendarengilsins og hans getur til þess að aðstoða okkur. Ekkert síður heldur en af því það er svo algengt að kalla á erkiengla því þeir eru kannski meiri eða gera eitthvað meira. Vendarengillinn er okkar fyrsta tenging og að muna að þegar við biðjum aðstofuna að þá þurfum við að trúa og treysta en ekki búast alltaf við hinu versta. Heldur við þurfum senda óskina út, við biðjum þessa hjálp og við þurfum að finna og halda orkun og tíðnin okkar þannig að við getum tekið á móti hjálpinni sem við erum að fá. Þó komum kannski allt öðru formi en við getum ekki alltaf stjórnaði hvernig hjálpin kemur því að stundum eru við bara okkar verstu óvinur og þurfum að fá kannski aðeins meira skapandi lausnir heldur en að við okkar takmarka í hugurinn á stundum undan. Þannig að við þurfum að vera opin fyrir því að okkur berist hjálp á einhvern annan hátt en við bara ímynda okkur.
og einmitt þetta ekki nulla út óskin okkar með því að efast strax á eftir að við byggjum. Fyrir mér bara sambandi við verndaraengilinn fyrsta sambandi, mikilvægasta sambandi og við með aðaleiðbeinanda, alveg sama hversu mikið við vinnum með alls konar ljósverum, að þá þetta einmitt sú ljósvera sem hefur búin að vera með okkur frá upphafi, þekkir okkur best, þekkir okkur engin betur og alltaf til staðar, hefur alltaf verið til staðar. Þannig að þetta einhver sem við þurfum að kynnast og leyfa bara að vera með okkur. Og nú getur kannski einhverju verið að velta fyrir sér ok, hvernig kynnist ég verndarenglunum? Og við kynntumst honum í gegnum hugleiðslur, leitarhugleiðslur, þar sem maður bara leitar inn í það að hitta verndarengilin okkar. Mér finnst það afskaplega góð aðferð að hitta hann í þessu svona kyrrðarrými sem að hugleiðsla býður upp á, þar sem að aðrir hlutir ekki að trufla. Ég hugsa að sjálfsagt all flestir myndi samband sitt við verndarengilin þannig allavega til að byrja með. Og svo hægt að hafa ýmislegt notið sem hjálpatæki til að minna sig á líka engilinn. Það hægt að vera með einhvern sérstakann kristall sem að við viljum, ákveðum bara að sé tákmynd þessa engils og hafa hann einhverstaðar uppi við. Þannig að við munum alltaf eftir englinum okkar þegar við horfum á kristallinn. Mér finnst gott að hafa nafn til að bara kalla það minni á. Í staðan fyrir að segja verndarengilinn og bara Tommi. Minn. Að tala við hann með nafni. Þó að nafnið skipti ekkit öllu máli en þá það bara þessi ljósvera, þetta mín og það eru persónleg tengsl við hana, svolítið sem mína. Við höfum búið til hugleiðslur sem að leiða okkur inn í það að hitta verndarengilinn okkar og það hugleiðslur til dæmis meðal annars hægt að nálgast í gegnum hjartaðakurinn, gegnum áskrifta hjartaðakurinn. Það var nú eitt þema sem var bara tileinkað verndarenglunum að miklu leyti, þannig að til heilmikið efni verndarengla inn á hjartaðakurinn. Svo eigum við líka hugleiðslupakka sem heitir undirstöður og þar minnir mig nú líka, þar hugleiðsla þar sem við tengjumst verndarenglunum. Þetta ein af grunn hugleiðslunum og allt eitthvað sem við eigum að rækta. Þannig að ef ykkur langar að prófa að þá þetta allavega 2 af kortunum sem eru mögulegir. Svo að sjálfsögðu til inn á YouTube til dæmis alveg ógrynni af leitum hugleiðslum á ensku verndarengla eða Guardian Angels. Þannig að endilega prófið ykkur bara áfram og sjáuði hvað hentar ykkur ef þið eru forvitin að kynnast verndarenglum ykkar og við hvetjum ykkur allavega til þess að gera það. Þið munu ekkert sjá eftir því. Svo getum við notað spil. Við englana þar engilinn okkar skilaboð í gegnum spilin. Hvað þarf ég englandi mínir eða engillinn minn, hvað þarf ég að vita núna? Eða hvað þarf ég að vita fyrir þetta, hvað sem við erum að vinna með? Og nota þá spil til þess að fá svör og leiðsögn því að það getur hjálpað okkur í byrjun svona að styrkja þetta samband. Af því við höfum oft tilfinningu fyrir okkur, fyrir einhverju, við viljum fá staðfestingu, spilin geta staðfesta. En svo þegar við erum komin í það að læra að hlusta eins og í hugleiðslum og annað, að það getur tekið smá tíma. Stundum tekur þetta smá tíma að mynda þetta samband og spilin geta verið góð leið til að fá svör í gegnum englana. Algjörlega. Svo líka þetta að draga sér spil og fara svo í hugleiðslum. Það að blanda þessu öllu saman. Alls konar þetta og eins og þú veist að tala kristallana, það eru náttúrulega kristallar sem hjálpa okkur að bæði að hugleiða og að styrkja tengsli við englana. Við erum mjög góða kristalla til þess. Þannig að við hvetjum ykkur, ef þið eru forvitin verndarengilinn ykkar, að annarkvort að fara og ná ykkur í hugleiðslupakkann undirstöður, þar sem hugleiðsla þar sem þið getið tengst verndarenglinum og aðrar hugleiðslur sem eru óbúslega góðar, svona grunn hugleiðslur eins og jartenging og hreinsun og annað slíkt. Eða eins og það má líka hjartaðakurinn, frábær leið bara ef þið eruð andlega forvitin og viljið þróa ykkur áfram með fólki sem á sömu vegferð og þið, þá hjartaðakurinn alveg algjörlega frábært tæki til þess. Og við erum alltaf að sjá það betur og betur hvað hjartaðakurinn að hjálpa mörgum sem alveg, og okkur líka, því okkur finnst fátt skemmtilega en að búa til efni fyrir hjartaðakurinn. Það dásamlegt, þetta bara yndislegt samfélag.
og svo er það náttúrulega Spotify, YouTube, allar þessar streymisveitur þar sem þið gætuð alveg fundið hugleiðslur á ensku verndarengla. Ég veit ekki meira á íslensku, því kannski kommentið undir ef einhver veit eitthvað annað sem til á íslensku, endilega setja það hérna undir myndbandið og látið aðra veita. Svo bara að setjast niður og vinna með verndarenglunum sínum. Kynnast honum ef þú þekkir hann ekki nú þegar. Styrkja sambandi því það alltaf hægt að rækta þetta samband. Það ekkert öðruvísi en sko, þú veist, vinskapur og allt þetta. Nei. Að við ræktum þetta samband og við tölum við englarna okkar. Og leyfum þeim að styðja okkur og styrkja í verkefnum þessa hversdags. Þetta nóg. Þannig við hvetjum ykkur til að kynnast verndarenglunum ykkar og endilega deila með okkur og öðrum hvernig gekk, hvernig heitið þau og hvernig var. Takk fyrir í dag. Takk.